Hjartanlega velkomin í föstudagsþáttinn á N4. Það að koma sumar og við erum í góðu skapi. Við ætlum að byrja á því að ræða aðeins sund og kannski sund á tímum COVID. Og til mín komin sundgarpurinn Stefán Sigurðsson. Velkomin. Takk. Þú hefur verið að stunda sundlegin og Akureyri skilst mér allang skeið. Já, það má segja það. Ég stunda sundleginu í uppundi 30 ár. 30 ár. Ekki daglega samt. Flesta virkadaga. Já. Og síðustu 12-15 ár hef ég verið mættur það leyti sem að menn sleppa takjum húninum og komast inn. Já. Og alla virkamótna. Alla virkamótna. Og málið það, manni finnst maður ekki vera að koma í gang fyrir maður búin að synda. Létt spjall í pottinum. Já. Það málið. Og þetta í raunum á séð bæði félagslega athöfn og lífstíl. Já. Það bara svoleiðis. Gott fyrir kroppinn og gott fyrir sálina og geðið að hitta aðra og taka stöðuna og svona. Heldur betur. Og grínast kannski aðeins. Já, það verður að fylgja með. Hvort eigður meiri tíma í sundið sjálft eða pottin? Já. Hvort? Það er þannig. Já. Það er þannig svo. Nei, málið það að ég syndi skrísund með blöðkur. Því að það gerir bara gott fyrir fætutunum manni og bara skrokkinn. En svo fer ég heitan bott og gerir svona aðeins teygjuæfingar þar og svo líka maður málbeinið. Og það má kannski segja að það færi heldur lengri tími í pott. Það er þannig. Já. Og þú hefur líka eitthvað verið að máta mismunandi tíma, morgnana, kvöldin. Já, þegar að strákurinn minn sem kom á fertugsaldur var svona 5-6 ára þá fórum við að fara kvöldmataleiti. Já. Og ég var í fjöldamörg ár og þá var ég að synda á kvöldin og þá var mælt í kílómetrum. Já, alvöru. En svo söglaði fyrir svona 12-15 síðan þá var hann í miðbæ. Byrjaði kl. 9 og þá hentaði og ég bjó upp í Grænumýri, þá hentaði að labba fram í laugina og leið í vinnuna. Já, akkurat. Og eftir það var ekki snúið með morgunsundi. Nei. Og svo þurfum við aðeins að tala COVID og hvað gerist þá? Þið eru náttúrulega í alls konar grúppum og sellum þarna í sundinu. Já, þú ert í þínum sundhópi, ekki satt svona? Já, heldur betur. Já. Fyrst og eftir þá hugsaði maður, til hvers er bara vatn? Það var svoleiðis, já. En auðvitað þurfti maður að druslast í vinnu, en auðvitað vakna maður heldur seinna fyrir vikið. En ég hjólaði alltið. Já. Og örvunneldum, dökkum. Og þessi stráka við erum eiginlega 5 í grúppu. Hjólaði saman svolítið á sumrin. Og þarna fór að koma svona hlákutímabil þannig að það var að hjóla á auðu sem á stígu sem hefur ruttir og niður við sjó. Þannig að við fórum í staðan fyrir að hittast í sundi, þá fórum við að hjóla svolítið og svo smá saman eftir því sem að hálkan hvarf, þá óks okkur ásminu við verið ansi dúla á hjóla. Þannig að nú þið komnið, af því að nú sundið opnað aftur og þið væntanlega mættir. Já. En þá þið kannski áfram að hjóla saman líka, eða? Já. Það kannski dregur heldur úr hjólreiðunum, en þarna fundum við þá flött og svo við erum allir fyrir utan einn og orðnir rafmagnaðir. Það bara gerir það verkum að maður hjóla lengra. Og svo stundum spurt býtu á að hjóla það og vera gaman og þá þýðir það að stoppa og spjalla. Þannig að þið komið þessu félagslega líka inn í hjólaferðirnar, stopp og spjalla. Er ykkur uppáhaldsstaði til þess? Eða bara hvar sem er? Það fer nú bara eftir hvaða leið við erum að hjóla, Notið stíginn hérna inn að Hrafnagili? Já, heldur betur. Það er náttúrulega snilda stígur. Það er alveg frábært strandur. Konið bekkir líka á nokkrum stöðum. Það er steinn þarna við Hvamm, hvernig maður staupast inn og það er fínt að taka pásu þar. Já, ekki staupast þess að. Nei. Enni maður bara heyrt þetta nafn. Já. Akkurat. En í COVID, þegar þið gátuð ekki sinnt, þá voru þið samt svona í leini grúpu á Facebook að sína myndir af hvernig þið leystu það.
Máttu ekki að segja frá, þú ætlum ekki að Sko, sína myndina. jú, við stofnum fyrir ára síðan Hjólreiðafélagið Hannes og þegar maður var stráklingur hérna í bæ, það nokkur ár síðan, að þá var Hannes nokkur, ég man ekki hvað svona var, hann var með seldi reiðhjól, gerði reiðhjól, þannig okkur fannst tilvalið að skýra þennan klúbb Hjólreiðafélagið Hannes. Við erum með heimasíðu, lokal. Já. Svo fórum menn nú að láta sér þetta eitthvað skemmtilegt í hug og sem tengdist þá, menn voru allavega við sundskilu og einn lét taka mynda sér út í snjóskaflu, þá fór boltinn að rúlla. Já. Svo tók annars sig til og staflaði dekkum og felgum við bílskúrinu á sér og tók nokkuð bringusundstök. Lagðist bara óna og... Já, lagðist óna á. Og tók bringusundu. Já. Aha. En hann endist nú ekki lengi því, sá þriðji, fór á sundskilunni í bílakjallara, hjólaði þar hring eftir hring og maður beið spenntur eftir að kemur einhver að, en það slappur í horn. Það slappur í horn. Einn úr hópnum með einna potta, en hann tók skriststök í pottinu. Já. Gerðir þú eitthvað svona? Já, ég svona reyndi það sem ég var einn við, þannig að það var ekki mjög... Engin mynd? Nei, ekki merkileg. En svo toppaði nú þessi sem tók sundaukin á dekkunum, hann toppaði þetta alveg. Hvernig? Það birtist myndskeiðin og síðunni það sem að kappinn kom hlaupandinn í fjöru hérna rétt norðan Krossanes Já. á skílunni. Út í sjó? Nei, hann lagði ekki í það. Hann lagði ekki í það. Það er svo kalt. Já. En þannig að menn reynda á svolítið gaman. Ein spurning á lokum. Fögnuðu eitthvað sérstaklega þegar sundið opnaði? Var kaka í pottinum? Heyrðu, við fórum á þriðjudaginn var með reiðhjólun okkar austur í Mývatnssveit. Já. Hjólum hringinn, ég var með flatbrauð og vel af rektum laxi og víða var stoppað og þar voru fróðleiksmólar í mínum boði, sumir í hópnum voru nú ekki, fannst mér mjög fróðleiks þyrstir og ég sagði nú við á strákana að maður hefði nú haft áhuga samar nemendur hérna upp í háskóla eftir þessa tvo. Þannig að við tókum hring þarna í flottu veðri, þeir hefðu aldrei hjólað náður og voru bara mjög kátur og glaðir. Og enduðu því sund einhvers staðar? Nei, þá var ekki bókna Jærbuð. Nei, það verður tekið næst. Já. En takk kærlega fyrir að koma í föstudagsþáttinn og segja okkur frá sundævintýrunum hérna á Akureyri og bara góða skemmtun áfram í sundi og takk fyrir að koma. Já.